En hjá mér eru núna 2 ungar stúlkur, önnur búsett á Stokkseyri og hin á Eyrarbakka. Stokkseyra-stúlkan, hún heitir Melkorka og Eyrarbakkastúlkan heitir Mía. Og ég veit, þið eru bara orðnar algjörðu sjónvarpsstjörnur með mér. Þið komið til okkar fyrir jólin og sungu með Valgeiri. Og þá kom Mía með bróður sínum Nökkva og svo komu fleiri úr skólanum ykkar. Já, það var Elíndís. Það var Elíndís og Svanhildur. Já. Og þetta var svolítið merkilegt því að ég var að segja því að væri báðar sem sagt héðan, en við erum frá eyrunum eins og við segjum, samt ekki þessum. Við erum með eyrarnir, eru kallaðar það sem tengjast sjónum með sandi. Það eru eyrar sem fara svona út. Og það sem að skólinn ykkar, hann heitir Melkorka. Barnaskólinn á Eyrarbakka Stokkseyri. Já, hann heitir nefnilega það. Barnaskólinn á Eyrarbakka Stokkseyri. Og við erum svolítið stolt af því að hann heitir barnaskóli, manniði það. Og þið veitu þetta af hverju? Mía, veist þú það? Nei. Veist þú það, Melkorka? Var það ekki út af því barnaskóli? Jú, það er barnaskóli, það er elsti starfandi barnaskóli landsins og það sem að, til dæmis eins og þeir sem eru upp á Selfossi og víðar, þau eru ekki barnaskóla, þeir eru í grunnskóla. En ykkar skóli, hann er með sögulegu nafni, þess vegna heitir hann barnaskóli Stokkseyri og Eyrarbakka. Já. En sem sagt, þið ætlið að koma og hjálpa mér. Við vorum hérna áðan, eins og þið vitið kannski, þá voru fuglasöngur og páskum. Það er eitthvað sem við erum að gera núna og gerðum á skírdag og gerum núna á páskunum. Og þá erum við að tala fuglana og tilganginn með af hverju fuglar svona merkilegir kringum páska og við erum búin að fara í gegnum þetta. En í dag þá er einn sérstakur fugl sem við höfum vakið áherslu og við höfum haft undir, hvað getur við sagt, verið að hugsa til sérstaklega og það er stærsti íslenski fuglinn og hann er ýmist kallaður ált eða svanur og það sem að þetta, ált eru svanur eru þekktir fyrir það að vera giftast bara einu sinni, eignast bara eina konu og einn mann og þau halda alltaf hópinn og ef að annað þeirra deyr, þá verður hitt afar sorgmætt og syrgir alveg mikið. En það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að lesa ævintýri sem er mjög gamalt. Það var sem sagt ort konu eða telpu, hún var bara 30 ára. Þá var maður sem var myndlistamaður, hann teiknaði sögu fyrir þessa 30 ára telpu. Og þessi telpa, hún var kölluð Dimmalim. Og ég ætla að biðja þig, Mía, að vera svo yndisleg að reyna að lesa ævintýrið og svo ef þú vilt get ég komið inn í einhvers staðar en þú lest bara eins mikið þú treystir þig til og svo sjáum við hvað setur. Ekki hafa það þannig. Og þá gef ég þér, Mía, lesturinn Dimmalim. Einu sinni var lítil kongsdóttir sem hét Dimmalim. Hún var bæði ljúf og góð og hún var líka þæg. Hún lék sér alltaf ein í garðinum hjá konungshöllinni. Í garðinum var lítil tjörn og á tjörninni voru 4 svanir. Dimmalim þótti svo vænt þá. Þeir komu líka alltaf syndandi þegar þeir sáu hana. Hún gaf þeim líka brauð og ýmislegt annað góðgæti. Einu sinni fékk ég Dimmalim að fara út úr garðinum. Hana langaði til að sjá hvort að þar væri nokkuð öðruvísi að litast. Já, þetta er orðatiltæki. Hvernig að litast, þetta er svona ekki notað mikið í dag. En hún vildi kanna hvort það væri öðruvísi að litast. Og á ég lesa? Já. Þá segi ég, jú, það var allt öðruvísi. Næstum engin tré og engin hús, ekkert annað en grænar grundir og blá fjöll, langt í burtu. Dimmalim þótti svo fallegt þarna að hún gekk lengi, er það ekki Mía?
Loks kom hún að stóru vatni. Þá var Dimmalimm alveg hissa. Því á vatninu sá hún, hvað sá hún þar? Mía. Svan. Og hvernig svanurinn? Lestu núna. Miklu stærri og fallegri en litlu svanina í konungsgarðinum og hugsaði sér. Svanurinn kom syndandi til hennar og hann horfði svo blítt á hana. Dimmalimm þóttist þegar í stað vænt fallega svaninn. Eftir þetta fór Dimmalimm á hverjum degi út að stóru vatninu. Og ég lesa núna? Það búið. Nei, já, þú fletti bara. Já. Ég með þetta í svona pappír, þú með þetta í alvöru bók. Og ég lesa núna, viltu halda áfram? Þú ert lesa núna, en þetta bara þessi blaðsíða. Flettum eina, má sjá. Þetta var þessi sem ég var að lesa. Já. En þetta er næsta. Já, frábært. Og þá snurðum við hinsinn. Er það bara þessi? Já, það er bara þessi og svo það sem kemur í kvæði er lokin. Og ég byrja núna og þegar þú tekur svo á eftir. Já, flott. Svanurinn kom þá á land og settist hjá henni. Dimmalimm strauk svaninum en hann lagði kollinn sinn í hálsakott. Ekki krútlegt. Það var svo indælt. En allt breytist í þessu lífi. Einu sinni þegar Dimmalimm kom hoppandi, þá sá hún hvergi svaninn sinn, hvergi nokkur staðar. Hún leitaði hringinn í kringum vatnið. Loks fann hún svaninn, en svanurinn var dáinn. Dimmalimm fór að gráta og hún grét og grét. Aumingja Dimmalimm. Og nú tekur þú við. Svo fór hún heim. Já, hvar er það? Já, svo fór hún heim. En á hverju kvöldi gekk hún út að vatninu og hugsaði svaninn sem henni þótti svo vænt En nú kemur annað til sögunar. Dimmalimm sat einu sinni sem oftar við vatnið og var að hugsa svaninn sinn. Það stóð allt í einu lítill kóngssonur hjá henni. Hann var ljómandi fallegur og hann hét Pétur. Þú mátt ekki gráta, Dimmalimm mín, sagði hann. Æjú, sagði Dimmalimm, svanurinn minn er dáinn. Nei, gráttu nú ekki meira, sagði kóngssonurinn. Ég skal segja þér sögu. Ég heiti Pétur, ég er kóngssonur og á heima hérna skammt frá. Einu sinni kom ljót kelling. Hún var norn og hún lagði það á mig að ég skyldi verða að svani og aldrei leysast úr þeim álögum fyrr en ég hitti stúlku sem væri góð og þæg og sem þætti vænt mig. Nú mátt þú. Þetta er svo fallegt. Sérðu nú, Dimmalimm, þú ert góða stúlkan sem leystir mig úr álögunum og nú skulum við gifta okkur, segir hann. Þá var Dimmalimm himinlifandi. Hún kyssti kóngssoninn og svo giftust þau. Nú er alveg að vera búin og ég er ekki með meira. Þú ert með næst. Hérna. Já, lestu lokin. Nú eru þau konungur og drottning í ríki sínu. Þau sitja í ljómandi fallegum stólum sem kallaðir eru hásæti og þau eru reglulega hamingjusöm. En allt var þetta því að þakka að Dimmalimm var svo góð og þæg stúlka. Þetta er svo fallegt. Og nú ætla Melkorka að lesa kvæðið. Enginn er eins þæg og góð og Dimmalimm. Enginn er eins hýr og rjóð og Dimmalimm. Þannig var það. Hvað finnst ykkur þessa sögu? Bara falleg. Og þið hafið ekki heyrt hann áður? Nei, ég bara þekki ekki nafni Dimmalimm. Þú ekki nafnið Dimmalimm? Já. Ætla þess ekki búið að skýra bara einhver Dimmalimm í dag? Einhverja litla telpu? Gæti verið. En mér finnst alveg stórkostlegt, Mía,
og þið báðar, þegar við hvorugur lesið bókina, svo komið þið bara í bakkastofu til mín, setjast upp í stofu og býðið alveg svo englar, alveg svo Dimmalimm, þið eru svo góðar, og þið hafi ekki svona lesið þetta áður, og eru samt að lesa þetta í fyrsta skipti og lesa þetta svona vel, til hamingju. Því ég sko, hvað sér þau? Mér finnst eins og ég hef heyrt þess að sögu hjá ömmu minni sem ég gisti oft hjá. Hún vinnur líka í barnaskólanum. Er það ekki hún sem býr á Eyragötunni? Amma hér á Eyrabakka? Það er amma Guddi. Hún vann einu sinni. Er þetta aðra ömmu sem líka vinnur í barnaskólanum? Já. Amma Lene sem er heimilisfræðikennari, hún vinnur ennþá. Hún hefur kannski lesið. Veistu það, þarna Mía, í þessari bók, þá eru, sko, ef þú flettir, þá eru 4 tungumál. Það er danska og það er enska og franska og þýska líka. En er það ekki þá 5? Með íslenskunni, rétt hjá þér Melkorka. Þú veit starffræðið þess. Ég held að þetta sé danska. Já, þá er amma Lene, er hún af dönsku mættum? Já. Já. Kennir líka dönsku. Nú, það var aldrei flott. Hún er bara að kenna okkar bekk. Það er nú skemmtilegt. Hún er heildansk. Hún er fulldansk, mamma mín er hálf og ég er 1/4. 1/4 dansk. Mamma mín vann líka í barnaskóla. Já, þetta er dásanlegt. En ná, ég segi ykkur svolítið. Já, því ég var að byrja að segja ykkur frá henni Helgu, frá henni Dimmalimm, litlu 3 ára telpunni. Hún var bara 3 ára og foreldrar hennar, þeir voru, skal ég segja ykkur, á Ítalíu. Og því að hann var eitthvað að vinna þar pappinar og þau hjónin voru þar. Og þá gerist það að hann heitir Guðmundur Thorsteinsson. Hann er sko þekktur myndlistarmaður og var kallaður Muggur. Já, það er mjög sérstakt. Og hann gekk undir listamannarnafninu Muggur. En hann því miður þá lést hann ungur. Þannig að liggja ekki mörg verk eftir hann. En þetta ævintýri Dimmalimm, sandan eins og ég sagði ykkur, þessa litlu stúlku sem í rauninni hét Helga Egilsson. Það er svona ættarnafn. Og Helga Egilsson var listakona líka, þegar hún var stór. En maðurinn hennar var stórkostlegur píanisti og var að læra mikið í útlöndum. Þannig að Helga fór með manninu sín til útlanda. Og vitið hvað gerðist? Þegar hann var að læra, þá kom stríðið. Og þetta var löngu, þetta var áður en amma Guddi fættist og amma Lena fættist. Þetta er svo langt síðan. Þá gerðist það að maður Helgu sem að hét Rögnvaldur Sigurjónsson, mjög þekktur íslensku píanóleikari og kennari á píanó, að hann hafði ekki efni á að fara út að læra eftir stríðið. Hvað dettur þá Helgu í hug sem er líka kölluð Dimmalimm? Hún vissi af ævintýrinu og hún vissi af bókinni sem hún átti ein og engin annar. Muggur hefði bara gefið hana. Þá segir hún við mann sem voru að vinna fyrir í verslun sem hétt Krón. Þá segir hún, ég er að hugsa að reyna að gefa bókina mína út. Ert þú tilbúinn, maður sem átti verslunina, að gefa hann út? Þá segir hann, og hvað ert að hugsa að gefa hann út í mörgum eintökum? Kannski svona 1000 eða 2000? Það var svolítið mikið. Veistu hvað maðurinn sagði? Við skulum gefa hann út í 5000. Og hvað viltu fá fyrir hvert eintak, Helga? Já, kannski svona krónu. En þetta var á þeim tíma að það seldust allar upp og Helga gat kostað námsferðina fyrir mannin sinn, Rögnvald Sigurjónsson, og þau fóru aftur utan. En sagan er ekki búin. Því þetta er dálítið ævintýri líka. Veistu ekki svolítið ævintýrilegt? Að hún skuli nota bókina sem var skrifuð fyrir hana til að kosta mannin sinn til mennta. En við erum á Eyrabakka og á Eyrabakka eru ævintýrin og þau gerast enn í dag. Hún Helga átti 2 syni og annar sonur hennar, börn og þau báðir, en sonardóttirinnar Dimmalimm, hún býr í húsinu við hliðina okkur. Já, hún býr hérna fyrir aftan næstu inngangur. Og hún heitir Klara Egilsson og hún er líka skáld og skrifar ljóð og alls konar.
hún Þeir býr sem hér. býr þarna megin. Þú fer bak við húsið mitt og þá bakkastofu og þar býr Dimmalim, ömmubarnið hennar Dimmalim. Er þetta ekki ævintýri líkast? Já. En hvað hefur að gera núna, Valgeir? Ætlar að syngja núna? Hvernig höfum við þetta? Jú, heyrðu, við ætlum að setja flettu bókinni og sýndu Melkorku aftast í bókinni, allra aftast er ekki mynd þarna af tré. Byrju, farðu aftur, flettu aftur tilbaka. Flettu kannski aftastu söguna þar sem varst að lesa. Er það aftan á bókinni? Hvar er það? Nei, það er ekki aftan á. Kannski er það framan. Það er mynd af tré. Það er mynd af Dimmalim. Já, og aftur. Hvar er tréð, Valgeir? Í bókinni? Það er aftast. Allra aftast? Allra aftast í bókinni. Sindri, settu tréð á. Það Nú Veitu hvort að sé eitthvað þarna fyrir framann? Nei, það var ekki það. En Sindri er búinn að setja... Nei, farðu þá tilbaka. Ekkert vera að hugsa um það. Sindri er búinn að setja tréð á og þið skoðum þetta betur og eftir. Og þetta er nefnilega tré. Veitu hvað hangir á trjágreinunum? Hvað? Hjörtu. Og hvað táknar hjörtun? Ást. Já. Og hvað skildi Valgeir ætla að syngja þá fyrir ykkur? Ástin vex á trjánum. Já, Það þannig veist þetta lag. Nei. Ná, alltaf eitthvað nýtt að gerast. Fyrir sjónvarpsstjörnurnar ykkar. Þá kemur bara ástin vex á trjánum. Ég vissum að því að ég man eftir því að ég var bara strákur, þá sá ég þessa bók og mér fannst hún svolítið merkileg Dimmalim, en ég held ég muni nú kannski ekki beinlinni sett í trénu, en núna bæti ég mig. Þú ert alltaf að þroskast, Valli. Já, ég er alltaf að smá þroskast. Eins og allur almenningur veit, vex ástin á trjánum. Engin vandan á henni, bara ef maður stendur á tánum. Sumir bugt og beygja sig, aðrir rey og sveigja sig og einstaka finnst best að biðja kona á hnjánum. Ástin vex á trjánum, wow, 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 wow. Endur fyrir löngu sátu piltur og stúlk yfir ánum, ó, ó, ó. Hann elskaði hann á laun en hún var umsettin af allra handa slánum. Sem rök á hann í réttunum og fiktuðu í fléttunum, en pilturinn lok sigur orðið bar af öllum þessum bjánum. Ástin vex á trjánum, wow, 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 wow. Ástin vex á trjánum. Ástin vex á trjánum. Ástin vex á trjánum. Ba-la-la. Sumir finna endalausa ást en aðeins á skjánum. Það er leitað ágaft að henni undir ýmsum merkjum og fánum. Það er bara grípana, snurfussan og slípana, ég leyfi mér að vísa til gamals lags með mánum. Ástin vex á trjánum, wow, 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 wow. Ástin vex á trjánum. Ástin vex á trjánum. Ástin vex á trjánum. Og vitið þið hvað? Að það var þarna verið að segja með lag, hérna lag sem að var með mánum, hljómsveitin Mánar. Vitið þið hvað þeir voru? Mánar á Selfoss, Mánar frá Selfossi hétu þeir. Og þetta var eina alfínasta hljómsveitin fyrir mörgum árum. Það er ekkert öðruvísi. En við eigum samt ekki að klappa fyrir Valgeirsdóttur. Nú komum við
farið Ástin vex á trjánum og nú þau kunnið hann svona, þið getur hlustað á það aftur þau komið heim, þetta er allt saman á vefnum, þið kunnið á vefinn og þá veitum við líka meir Dimmalimm og svo komið þið heimsókn og við tölum meir Dimmalimm og kannski getum við hitt hana Klöru, barnabarnina Dimmalimm. Hvernig myndustu ykkur það? Ég vissum að Klara er kátt að hitta ykkur. Og takk fyrir mig, takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Þá með þið. Takk fyrir þig. Hér hingaði staðin fyrir ykkur, notið þið að hnei ykkur og áður þið farið ástina mínar, gleymi aðalfinninu. Hvað er þið að fá, elskurnar mínar? Valgeir, þú færið þeim þetta því ég sitt alveg kyrr í stólnum. Þið fáið auðvitað egg, páskaegg, með kveðju frá Bakkastofu og takk fyrir að vera svona yndislegar að koma. Bara takk fyrir okkur. Takk. Þetta eru 2 páskaegg og númer 2. Hvað eru 2 + 2? 4. Já, Alveg viss ég